Guðbjörg Kristmundsdóttir hefur tekið við formennsku í verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og nágrennis. VFSFK var stofnað árið 1932 og í þessi 87 ár hafa aðeins verið 4 formenn í félaginu. Guðbjörg því 5. formaður félagsins og fyrsta konan til að gegna embættinu. Hún tekur við á miklum óvissu tímum en við spurðum hana fyrst hvernig henni litist á að taka við embætti formannsins. Bara ljómandi vel. Það gott að hafa einhverja að stefna og maður bara að stefna því að sinna starfinu vel og eins og hefur verið gert. En hvernig ertu komin í starfi? Hvernig gerðist þetta? Þú segir mér það í stuttu máli. Já, ég var að vinna, ég sest náms- og starfsráðgjafi í grunninn og var búin að vinna sem námsráðgjafi í 10 ár og langaði svolítið svona að færa mig yfir í starfsráðgjafarhlutann og ég sótti starf sem verkefnisstjóri hjá starfsvinnumiðlunar og var sérst að vinna við það hjá stéttarfélögunum eða verkalýðsfélögunum á Suðurnesjum að aðstoða þeir sem voru án vinnu og voru á atvinnuleysisbótum að finna vinnu og þá komst ég í tengsl við bæði verkalýðsfélögin og verkalýðsfélagi í Keflavík og út frá því svona kviknaði mikill áhugi á bara þessari verkalýðsbaráttu og ég byrjaði á því að færa mig yfir í félagið. Ég var í kennarasambandinu, byrjaði á því að færa mig yfir í verkalýðsfélagið og tilkynnti Kristjáni þar með að ég ætlaði að taka við á honum? Já, reyndar ekki alveg strax en ég sagði við hann að ég ætlaði að taka þátt í starfinu og vildi gera það bara að fullu og bauð mig fram þá sem ritari í stjórninni og síðan árið seinna bauð ég mig fram og sem varaformaður og þá sagði ég við Kristján þetta væri bara fyrsta skrefið, næsta skref væri að vera formaður og hef svona eiginlega verið að vinna að því svolítið síðan. En hvernig í svona mjög gömlu félagi stofnaði í kringu sjómenn í eldgamla daga eins og maður segir, hvernig samsetningin í félaginu í dag? Það náttúrulega mjög mikið af félagsmönnum sem eru tengdir ferðamanna iðnaðinum og slíku. Flugstöðinni? Flugstöðin og hótelin og bílaleigurnar. Það ekki mikið af sjómönnum eftir og fáar fiskvinnslur. Þannig að félagið hefur breyst mikið og á stuttum tíma. Mikið. Og þá starfið, hvernig það hlýtur líka að hafa breyst mjög mikið einhvern veginn svona grundvöllurinn í starfi í þínu starfi og sem formanns? Já, algjörlega og það starfið núna held ég til dæmis að einkennist rosalega mikið af kynningarstarfi meðan að kannski fyrir 20 árum síðan að þá vissi fólk kannski frekar, þetta var meira kannski fullorðið fólk, það vissi bara að þetta mitt verkalýðsfélag og þar sæki ég þjónustu og svona, en nú að koma mikill hlut, nú að koma mikið af fólki erlendu bergibroti í félagið sem að veit ekkert sín réttindi og ekkert sína skyldur kannski, veit ekkert hvaða stéttarfélagið það tilheyrir, þannig að þetta svolítið mikið kynningastarf, upplýsa fólk og svona. Þjónusta? Já, og við erum að reyna að þjónusta rosalega breytt svið og fólk sem að koma og kannski aðalega þá útlendingarnir, þeir vita ekkert alltaf hvert þeir að leita, þannig við erum eiginlega stundum eins og upplýsingaskrifstofa. Það komið og spurt hvar á ég að sækja fæðingarorlof og hvar fæ upplýsingar skattinn og fólk nýtir okkur svolítið sem upplýsingaþjónustu líka. Hvernig leggst það svona í því? Þetta náttúrulega svolítið sérstakt, samsetningin náttúrulega á Suðurnesjum, það svo mikill stór hluti af fólki orðin útlendingar, innflytjendur eða tæpu fjórðungur í Reykjanesbæ. Þannig að þetta hlýtur að hafa mikil áhrif hjá ykkur og náttúrulega það mikið af þessu verkafólk, þannig að þeir komin kannski í meirihluta í félagi hjá ykkur eða? Já. Það fleiri útlendingar heldur en Íslendingar? Já, ég held að sé 53%. Útlendingarnir, þeir náttúrulega kannski með öðruvísi óskir og þetta hlýtur að vera svona, hvað við segja, pínlítið flóknara heldur en í gamla daga þegar var bara hægt að eiga við sjómenn og nokkra aðra. Já.
samsetningin samt af þeim sem eru að vinna hérna núna það að koma meira menntuðu fólki þannig að fleiri tala ensku og það gerir samskiptin öll miklu einfaldari. En við erum með pólskan túlk hérna einu sinni í viku og það var alveg full þörf á því það er alltaf einhverjir sem að annarkvort kannski treysta sér ekki til þess að eiga samtalið á ensku, kannski ekki með það góðan skilning eða vilja bara vera alveg pottþétt og hérna alltaf einhverjir sem bara tala náttúrulega ekki ensku. Þannig að það er aðalega svona kannski að koma upplýsingum til félagsmanna og svona samskiptin geta verið svolítið flóknari. En nú ert þú að taka við sem formaður og formaður í Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og Akureyrar hefur verið starfandi sem svona starfandi stjórnarformaður í rauninni sem maður segir, formaður. Já. Hvernig er þá starfið þitt ef þú ert ekki framkvæmdastjóri, eins og maður segir? Sko, að þetta er svona lítið félag eða, kannski ekki lítið en við erum bara, það er bara 6 starfsmenn og þá er það í rauninni bara þannig það gera allir allt. Ég þarf að taka á móti umsóknum og ég þarf að reikna út laun og vinna í félagsmálunum og svona. Auðvitað mesti þungin á formanninu með kannski svona utanumhaldið og eins og núna náttúrulega kjarasamningarnir og utanumhaldun trúnaðarmennina og allt slíkt. En í rauninni þarftu samt að geta gert allt. Ég þarf að geta leigt út sumarbústaði og svona því að það koma bara upp eins og núna bara í gær þá vorum við bara 2 á skrifstofunni og þá verður við bara að geta gert allt. En ert að fara út eða ert að fá til þín hópa af þínum félagsmönnum í heimsókn og ekki síst núna þegar þú ert að taka við, þú veist, hefur verið að því eitthvað? Við höfum verið að fá hópa til okkar frá vinnustöðum og bara verið með svona nokkurs konar kynningafundi, upplýsingafundi hérna á skrifstofunni og í framtíðinni og bara núna komum við til með að fara meira út af vinnustæði. Þetta svona kannski hefur ekki verið sinnt nógu vel. Við höfum ekki verið nógu dugleg við það og nú þurfum við bara að taka okkur á í því. En við höfum samt, ég hef farið núna undanfarin 3 ár í grunnskólana á okkar félagsvæði og upp í Fjölbraut. Bara svona upplýsa unga fólkið þeirra réttindi og skyldur, þannig að við höfum gert það alltaf skipulega. En við þurfum að gera meira þessu, að fara og hitta félagsmennina, algjörlega. Nú, ég get ekki sleppt að spyrja út í kjaraviðræðurnar núna í lok mars, þegar það eru nokkru dagar í 1. apríl. Hvernig er staðan? Það er spurning. Já, hún er ekki nógu góð. Ég vildi svo gjarnan að við værum komin lengra og það væru bara samningar handa við hornið. Þetta er orðið allt of langur tími. Og við byrjum í rauninni viðræðurnar eða undirbúningin í lok október og þetta er gríðarlega langur tíma og þetta ætti að vera komið lengra. Er eitthvað sem komið þér á óvart í þessum viðræðum? Ég reynda tók þátt líka í samningunum 2015, þá var ég í sveitafélagasamningunum og það sem kannski kemur mér mest á óvart er það hvað er hægt að halda marga fundi á þess að skilin einu. Stundum verður pínulítið svona ergilegur yfir því að vera kannski búin að sitja í 8 tíma og svo labba maður út og manni finnst maður að vera nákvæmlega saman stað með þegar maður labbaði inn. Ég var svolítið erfitt með það að sjá og mista pirrandi. Ertu samt þokkalega bjartsýn að þetta fara að ganga? Maður verður að vera það. Þetta er verkefni sem við erum öll að vinna. Við komumst ekki upp með að vinna það ekki eða klára það ekki. Þannig að það hlýtur að vera bara vilji allra sem að þessu koma að ljúka þessu og ljúka þessu á sem bestan hátt og valda sem minnstum skaða því að þetta náttúrulega skaðar þetta ástand, það er ekki gott. Þú ert nú orðin vel, ég hef búin að kynna þér málefnin svona vel sem tengjast þínu okkar svæði, Suðurnes svona undanfarna verandi sem búandi í Vogum og bæjarfulltrúi og núna í þessu starfi. Þetta er bjartsýn á svona svæðið framundan næstu árin, framtíðina? Já, algjörlega og við eigum líka bara að vera það. Við eigum að tala okkur upp og vera bjartsýn og hafa trú á svæðinu. Við megum ekki sjálfur að rífa þetta niður í bara algjörlega og
það fjölgun alls staðar hérna, fólk að sækja út úr borginni og hingað og bara ég held að það sé bara bjart framundan hjá okkur.